Hamsarnir eru óformlegur félagsskapur karlmanna sem hittist nokkru sinnum á ári og borðar saman í hádeginu. Maturinn er oftar en ekki þjóðlegur og telst jafnvel óhefðbundinn og ekki alltaf á borðum landsmanna. Að þessu sinni var það sjávarfang af ýmsum toga á diskum matargesta. Kíkið með okkur á Hamsana. Þetta er bara hádegisveisla hjá okkur. Það er bara miðvikudagur og það er nýbyrjaður janúar. Já, það er að byrja nýtt tímabil, það er að byrja vetrarvertíð. Er þetta startið á því? Þetta er startið á vetrarvertíð, já. Já, það ekki? Jú. Er þetta eitthvað leynifélag? Nei, þetta er ekkert opinbert félag neitt. Er þetta að komast inn í þetta? Nei, það er ekki hægt. Já, ekki einu sinni gennum klíku? Nei, það eru alls konar hindranir fyrir. Það er svolítið atriði að menn hafi góða matarlyst. Já, við sjáum það náttúrulega á þeim sem eru hér. Já. Þeir hafa góða matarlyst. Já, það er að gera það. Þetta er náttúrulega svona forspil við erum að æfa okkur fyrir kuppmálkvöldi hjá Lions. Sem er alltaf hérna kringum, eða sko sjávarréttarkvöldið. Sem er hérna febrúar, mars, mánaðamótin. 1. mars. 1. mars núna. 1. mars núna. Það er sjávarréttir og... Hvað er í boði? Er það hittast reglulega? Nei. Óreglulega? Mjög óreglulega. Já, þegar þú ert svangur. Það er ekki skipulag á þessu. Þegar þú ert svangur þá hringir þú í kokkinn. Það er svona, þetta er svona, 7-8 sinnum ári. Já? Já. En hvað? Ekki við sumari mikið. Nei. En er þetta alltaf sjávarréttir? Já, það er ekki verra. Það er ekki verra? Nei. Maður hefur svona heyrt utan af sér af þessum hóp. Þeir eru kallaðir Hamsarnir, hvaðan kemur það? Já, það byrjaði bara því að við vorum bara með fisk og hamsatorg. Já. Já. Og þá fengum við nafn, við höfum haldið því síðan. Já. Ja. Saltfiskur með hömsu, það er bara visla. Já. Rófur og kartöflur. Þetta er svakalega visla hérna. Já, það er á að vera það. Er þetta... og þið eru með þetta, þeir eru bara að njóta en þið skaffið, þú og Axel, og gerið. Það hefur ekkert verið rætt um það. Það er bara þannig. Er árgjald? Nei. Það er hvorki árgjald eða fastagjald eða nei. Það er bara að njóta þess. En hvað er best af þessu? Það er allt gott hérna, allt gott hérna. Það er vandamálið, það er ekki greint á milli. Mér finnst ég sjá á svipnum ykkar, eins og þetta sé bara ein aðalvisla ársins. Þetta er aðalvisla, já. Músíkin hérna er garnagöl. Garnagöl, já. En hvað hérna, það eru gellur og kútmægi. Kútmægi og bæði, líframægi og svo saltaði gellur og... Er það rétt, Axel, að þú sért svona einn uppáhalds einstaklingur í þeirra lífi? Já, bara þegar það kemur að mat. En fyrir utan það þá... Talar ekki við þig? Nei, ég talar ekki við þig. Jú, þetta er rosalega gaman að gera þetta. Kútmæðin er alveg uppáhaldi hjá okkur. Og þetta er eins og ári hjá okkur. En svo er þetta, því þú talar Hamsan, sko, það er soðning og hamsar og... Það er rosalega vinsælt hérna og svo fáum okkur stundum hrossabjúgu og salta hrossakjött. Og svona ekki þessi hefðbundi matur sem er, þetta er svona matur sem hefur gleymst aðeins. Gamli íslenski maturinn. Gamli íslenski maturinn. Þeim finnst það voðalega gott. En þú getur líka, þegar allir er konum með á diski og getur heyrt sömnál detta, þeir gleyma sér, þeir missa meðvitund. Við ætlum að reyna að ná því að tryggja á eftir. Já, einmitt, gerum það. Þegar sömnálinn dettur og garnagölið byrjar. Það er tónlist hópsins. Já, það er tónlistin. Verður ykkur góður? Einar. Það er vandi að... Ætlar að, veist, þú kemur ekki meira á diskinn. Ég er ekki, nei. Hvað er best af þessu? Það er erfitt að ráðast, það er bara allt jafn gott. Og allt jafn skirtinut og þetta fær einhvern veginn reytingur langt umfram allt annað. Já, bara, þetta eru jólin. Þetta eru jólin, já, þetta er matarjólin. Já. 7 sinnum ári. Og þú ert nú hálft árið út í Ameríku, þannig að þetta er ekki slæmt að fá svona. Ó, nei. Þegar þú ert á Íslandi. Það er að vilja hafa þetta með sér þangað.
Það kann maður að meta betur þegar maður kemur í. Akkurat. Þetta eru yngstu menninir hérna. Kjartan og Gulli, þið eru hérna yngstir hérna. Þið eru langt fyrir neðan miðju í aldri á miðju hérna. En hvernig tróðu þið ykkur inn í hérna hóp? Ég er bara með pappa, sko. Hann er vísu bara 16 ára með eldri ég, sko. Já. Þannig þetta er klíka. Ég er bara gömul sál líka. Það er að fíla svona mat. Já, það ekki. Þegar hann eignast mig, sko, þá var hann strákur á sjó, sko. Já. Og þá var hann tilkynnt á skipstjórun að barnið væri búið að eignast barn og ég bara ennþá með honum. Já. Og þau fyllt hann alltaf því. Og líka tengdafamilja minni hérna. Já. Hann færi eingöngu. Þetta er ekki leiðilegur hópur. Nei, mjög. Eina sem fær mig til að hætta crossfit-æfingu. Já, hætta crossfit-æfingu, það er þetta. Verður hún ekki bara að tengja seinni í dag? Jú, bara setja bara seinni bort. Og miðað við hvað það eftir með á diskinu, þá hlýtur þú að þurfa að taka tvöfalda æfingu. Nákvæmlega. Þetta er allt hollt, skilur. Þetta er ekki allt super hollt og gott. Já, rosalega gott. Þú tekur þetta allt saman? Þú ert enginn gikkur? Nei. Á Þorrabóti Keflavíkur, þá var helmingurinn af matnum bara eitthvað matur fyrir gikki, ekki þorramatur. Pottréttur og bernes. Vegan líka. Og vegan. Verðum við ekki að fara að ræða þetta eitthvað? Og þetta kallaði Þorrabóti? Já. Já, næstu í desember. Já. Það sem að þú hefur verið mjög duglegur að gera undanfarna ári er makríllinn. Hvað er að frétta á honum? Það er verið bara að frétta það að þeir reikna ekki með að hann komi hérna svona. Er þetta gikkur? Þetta er bara fiskur sem fer þangað sem hann fer að borða, virðist vera. Já. Og hann einhver hluti vegna að valda Ísland þarna eftir hrunið. Og bjargaði nú þjóðinni eftir þá atrinu sem gerist þá. Já. Og nú verði hann að minnka og það kom töluverður makríll inn í flóan í fyrra, en stoppaði stutt. Virðist vera hann hafi ekki fengið að borða. Já. Hvernig er það hljóðið í svona gömlum útgerðarmanni eins og þér? Það var gott. Já, það? Já. Ekkert væl? Það voru talað að þeir séu að væla? Jú, við getum gert það alveg. Já. Ekki þegar maður sé svona með flotta mat. Nei, ekki þegar maður sé svona veislu. Nei. Við ætlum að fá að tróða okkur í þessa veislu. Já. Það er bara Gerðu svo vel. eftir Bara svo þið vitið það var mál að gera svo kúpaða. Það eru 2 mann.